Nú fóru hlutir að gerast. Það snjórinn farinn og hitastigið hækkar og nú voru vorbáðarnir farnir að kíkja upp hver af öðrum. Þannig að við kíkjum á hvað helst að sjá. Ég hef svona sjálf miðað við það að þegar krókusarnir fara að blómstra hérna niður í garði þá hefur voru komið og skopara. Þeir eru fallegir. Þetta kom undan dúknum hérna. Steinæðin hefur verið hulið með akrildúk í vetur. Og hérna önnur tegund af krókusi sem alveg að byrja að springa út. Og svo eru krókusarnir í grasinu farnir að gæðast upp. Þeir eru að fara að reyna að passa að stíga ekki á þá. Hér er Blue Marlin og þetta er Sheila Ann Germaini sem er alveg að fara að springa út. Blómstrar rosalega fallegum ljósbláum blómum. Þetta er líka Blue Marlin, aðeins meira lokaðir því að við erum komnir í meiri skugga hér. Kom smá sólarglenna á þann. Svo nú alltaf spennandi að sjá þegar töfratrén byrja að opna blómin. Þetta eru fyrstu blómin á töfratrénu sem eru búin að springa út. Það er fullt af knúpum. Margt á leiðinni. Það eru fleiri. Stutt í að það verði allt þakið í blómum. Svo er hérna hvítabriði af töfratrém sem blómstrar svona, þau virkar nú eiginlega kremgul svona í knúpi. Þau verða kremhvít þegar þau opnast almennilega, þau springa út. Og þau þroska gul ber á haustin sem er svolítið fallegt. Skemmtilegt. Venjulega afbrigði af töfratrénu þroskar rauðber. Svo við höfum það svona, höldum því til haga að þá er töfratréð eitrað og berin mjög eitruð. Þannig að þau eru ekkert látu, bara til skrauts. Svo eru hér fleiri krókusar. Svo eru nú bara ekki sýnilegir í gær. Þannig að hlutirnir gerast strax og hitastigið fer aðeins að mjakast upp á við. Þannig að það eru spennandi dagar framöndan ef að veðrið helst almennilegt. Hér er einn viðbót sem var bara að skjóta upp kollinum. Það er ekki búin að taka eftir þeim fyrir núna. Svo fallegu litið þessi, þeir eru svo bleika stjörnur.